Jæja, þá komið að þessum fyrsta kafla hjá okkur og hann fjallar jörðin verið til. Talið að alheimurinn hafi orðið til í gríðarlegri sprengingu fyrir 13 til 14.000 milljónum ára. Þessi sprenging hefur verið nefnd Miklihvellur. Þá hófu að mynda stjörnur, sólir og stjörnuþokur. Vísindamenn hafa ekki getað sagt til hvað var fyrir Miklahvell. Sólin og allt sem gengur á brautum í kringum hana, það reikistjörnur, tungl, smástirni og halastjörnur, mynda sólkerfið. Sólin úr gasi og 99% af massa sólkerfisins. Reikistjörnurnar eru 8 og skiptast í innri og ytri reikistjörnur. Innri reikistjörnurnar eru frekar litlar með yfirborð úr bergi. Þær eru Merkúríus, Venus, jörðin og Mars. Ytri reikistjörnurnar eru gasreisarnir Júpíter og Satúrnus með sínum einkennandi hringum úr ís og ryki, Úranus og Neptúnus. Júpíter er stærsta reikistjarnan í sólkerfinu en Merkúríus er sú minnsta. Í dag eru vísindamenn nokkuð sammála að jörðin hafi myndast fyrir 4.600 milljónum ára. Jarðfræðingar hafa skipt sögu jarðar í 4 tímabil sem heita forkambrium, fornlífsöld, miðlífsöld og nýlífsöld. Það sem ræður skiptingunni á milli þessara tímabila eru afgerandi þáttaskil í þróun lífs og breytingar á loftslagi og yfirborði jarðar. Fyrsta tímabil jarðsögunnar heitir forkambrium. Það er lengsta jarðsögutímabilið sem hófst með myndun jarðar fyrir 4.600 milljónum ára og því lauk fyrir 545 milljónum ára. Upphaf tímabilsins einkenndist af stöðugri eldvirkni og miklum hamförum. Lagskipting hnattarins í kjarna og möttul átti sér stað á sama tíma og mikil loftsteinahríð skók jörðina. Loftsteinahríðin náði hámarki þegar stór loftsteinn reif burtu mikið af bergi sem kastaðist út í geiminn. Þyngdarafl jarðar hélt í bergmylsnuna sem síðar þéttist og varð að tunglinu. Jarðskorpa á yfirborði jarðar tók að myndast þegar leið á tímabilið þrátt fyrir stöðuga eldvirkni. Jarðskorpan brotnaði marga fleka sem rak fram og aftur yfirborð hnattarins. Stórir fjallgarðar mynduðust sem eru löngu sorfnir niður í frumbergsskildi. En frumbergsskildir eru víðáttumiklir og fornir berggrunnar á yfirborði jarðar. Höfin tók að myndast þegar vatn úr gosgufunum safnaðist saman. Eðlisléttar bergtegundir mynduðu meginlönd en eðlisþyngri bergtegundir hafsbotnana. Einn mikilvægasti atburður sem varð á tímabilinu var myndun andrúmsloftsins, þegar súrefni tók að safnast fyrir í lofthjúpi jarðar. Þetta súrefni og ósonlagið ofan við andrúmsloftið varð kveikjan að mikilli útþenslu lífríkisins. Lífið sem kviknaði á þessu tímabili voru bakteríur sem lifðu í sjónum og nýttu sér sólarorku. Annað tímabil jarðsögunnar nefnist fornlífsöld. Tímabilið hófst fyrir 545 milljónum ára og lauk fyrir 250 milljónum ára. Á þessu tímabili var líf þróaðra og tóku plöntur og dýr að færa sig upp á land. Jarðskorpuflekunum á norðurhveli rak saman og mynduðu þar eitt stórt meginland, Lárasíu. Á suðurhveli jarðar rak jarðflekunum einnig saman og mynduðu þeir meginlandið Gondvanaland. Í lok tímabilsins rak Gondvanaland norður að Lárasíu og mynduðu þau saman enn stærra meginland, Pangeu, sem teygði sig á milli heimskauta. Þá varð einnig mesta aldauðaskeið jarðsögunnar. 90% allra lífvera á jörðinni dóu út. Vísindamenn telja að það hafi gerst vegna mikilla loftslagsbreytinga, kólnandi veðurfars og jöklunar. Það er þegar jöklar stækka og útbreiðsla þeirra verður mikil. Þriðja tímabil jarðsögunnar nefnist miðlífsöld. Tímabilið hófst fyrir 250 milljónum ára og lauk fyrir 65 milljónum ára. Í upphafi miðlífsaldar var til eitt risameginland sem kallast Pangea.
Þegar leið á tímabilið gliðnaði Pangea vegna landreks sem möttulstrókar í iðrum jarðar ollu. Möttulstrókar halda jarðskorpuflekum á stöðugri hreyfingu yfirborð jarðar. Ólíkt dýralíf þróaðist á miðlífsöld eftir aldauða lífvera í lok fornlífsaldar. Miðlífsöld var tími risaeðlanna sem dreifðust alla jörðina. Í lok miðlífsaldar brotnaði Pangea endanlega upp í þau meginlönd sem við þekkjum í dag. Og hreyfimyndin á þessari glæru sýnir einmitt Pangeu í upphafi, eitt meginland og svo brotnar það svona liðast í sundur. Endilega fylgist þið með því. Vísindamenn telja helstu orsök fyrir því að risaeðlurnar dóu út vera loftstein sem féll í Karíbahaf út af Yucatanskaga í Mexíkó fyrir 65 milljónum ára. Við það að loftsteinninn, sem gæti hafa verið stærri en 10 kílómetrar í þvermál, skall á jörðina, kviknuðu miklir eldar og brann allt sem brunni gat. Gríðarlegar flóðbylgjur æddu í allar áttir yfir hafið og öflugir jarðskjálftar skóku hnöttinn. Svo mikið ryk þyrlaðist upp að geislar sólar náðu ekki til jarðar í langan tíma. Þetta leiddi til mikilla loftslagsbreytinga og kólnandi veðurfars allan heim sem varð til þess að risaeðlurnar dóu út. Síðustu 65 milljónir ár jarðsögunnar eru nefnd nýlífsöld. Jarðskorpuflekana hélt áfram að reka yfirborð jarðar með tilheyrandi eldvirkni, jarðskjálftum, gliðnun, árekstrum, landrisi og landsigi. Við þekkjum yfirborðið vel eins og það í dag en reglulega minna þessi stórbrotnu öfl á sig og gefa til kynna að þau eru stöðugt að verki. Háu tindóttu fjallgarðarnir, Himalaya, Klettafjöll, Andesfjöll og evrópsku Alparnir fóru að myndast á þessu tímabili. Með þeim urðu breytingar á loftslagi í heiminum. Síðustu milljónir ára fór loftslag kólnandi og hafa allt til okkar daga skipst á kuldaskeið og hlýskeið. Á hlýskeiðunum hitastig svipað og það í dag, en á kuldaskeiðunum fylgdu jöklar stóran hluta jarðar. Nýlífsöldin einkennist öðru fremur af þróun spendýra. Forfeður manna komu fram á þessum tíma og er fjallað aðeins nánar það á næstu glæru. En hreyfimyndin á þessari sýnir einmitt myndun svona fjallgarða. Þegar einn fleki rennur undir annan og þeir reka saman og þá rekst jörðin saman, yfirborð jarðar rekst saman og kremst og þið vitið hvað gerist, þið kremja eitthvað saman, það myndar svona bungur upp. Forfeður manna komu fram fyrir 3 til 4 milljónum ára. Þeir bjuggu yfir verkfæti, notuðu áhöld og bjuggu til skrautmuni. En ættkvísl manna kallast Homo og kom fram fyrir rúmum 2 milljónum ára í austanverðri Afríku. Þar ber að nefna í þeirri röð sem komu, það var Homo habilis eða hinn handlagni maður. Hann var með þeim fyrstu til að gera sér verkfæri úr steini og Homo erectus eða hinn upprétti maður, hann var fyrstur til að yfirgefa Afríku og nota eld að því talið er. Homo sapiens, sem þessi nútíma maður sem við erum öll, hann stundum kallaður hinn vitiborni maður. Og með Homo sapiens var mikið framfarastökk í gerð verkfæra, fatnaðar og híbýla. Homo sapiens tók að flykkjast frá Afríku fyrir 60.000 árum en hann kom fram á sjónarsviðið fyrir 200.000 árum.